Jæja, ég ætla þá að fara í gegnum dæmablað 4.5, fyrri hluta þess, þar sem við erum að tala styrklausna. Svo seinni hluti kaflar 4.5, þá förum við að tala þynningulausna og seinna dæmablaði gengur þá út á það. En ég er búin að skrifa upp þessi fyrsta dæmi, 3 liði þar. Hérna erum við bara að nota þessa jöfnu, að styrkur C alltaf sama mól deilt með rúmmál. Og í þessum dæmum erum við bara að nota þessa jöfnu til þess að finna óþekktu stærðina. Þannig okkur er alltaf gefið styrkur og mól eða rúmmál og mól eða styrkur og rúmmál og eigum þá að finna þriðja. Í fyrsta dæminu þá á að finna mólstyrk C, þannig að það er það sem er óþekkta stærðin. Okkur er gefinn mólfjöldi af ammoníumklóríð, þannig að N er sama sem 0,0345 og okkur er gefið rúmmálið, 0,4 lítrar. Og takið eftir að við erum með 3 marktæka stafi í báðum stærðum. Og þá setjum við beint yfir þessa jöfnu að styrkur er sama sem mól, deilt með rúmmál og þá tökum við stærðirnar deilt með 0,400 lítrar og þetta gefur okkur 0,0863 mólar. 863. Og mólar er ekkert annað en mól á lítra. Í dæmi 2 þá þurfum við að finna hversu mörg mól, það er það sem við verðum að tala um. Og þetta er saltpéturssýra, römmsýra. Okkur er gefið það að rúmmálið er 0,350 lítrar, þetta er þá rúmmál lausnarinnar. Og okkur er gefið að styrkur lausnarinnar er 2,20 mólar. Og við erum að vita hvað eru þá mörg mól í þessari lausn. Og þá eru það mólin sem við erum að einangra og þá myndum við bara færa rúmmál undir jafnaðarmerki, þannig að það fyrir upp á strik. Og eftir stendur að mól er sama sem styrkur sinnum rúmmál. Og erum við þá með styrkin 2,20 mólar og mólar er ekkert annað en mól á lítra sinnum og svo það þá lítrarnir 0,350 lítrar og myndi þá lítrar styttast út hver á móti öðrum og þetta er þá eina einingin sem er eftir. Og út úr þessu kemur 0,770 mól. Og það eru þetta mól af þá HNO3. Og passa ykkur að eru líka 3 marktækir stafir í báðum stærðunum. Nú, að lokum þarf að finna rúmmál, hversu marga lítra af 1,50 mólar kaliumhydroxíðlausn, kaliumhydroxíð er rammur basi. Og er okkur gefið styrkur og það er sagt að í þessari lausn eru 0,125 mól af kaliumhydroxíði. Þannig að þurfum við að finna rúmmál. Og þá lít ég alltaf á þannig að við rúmmálum við færum það yfir jafnaðarmerkið og styrk undir jafnaðarmerkið. En þá myndum við fá að rúmmál er sama sem mól deilt með styrkur sem var þá sama sem 0,125 mól deilt með styrkurinn 1,50 og erum við með mól á lítra og styttast á mólin út hvert á móti öðru og að því við erum með lítra fyrir neðanstrik
þá erum við í rauninni með það ofan á strikinu. Þannig að það eina einingin sem eftir. Og hérna fáum við að þetta sé sama sem 0,0833 lítrar. Og hérna eru líka 3 marktækir stafir í öllu, þannig að það eru 3 marktækir stafir í útkomunni líka. Og það mjög vinsælt, hérna beðið hversu margir lítrar, en það mjög vinsælt að spyrja sem sagt hversu margir millilítrar eru. En það það sem við notum yfirleitt í verklegri efnafræði. Það eru millilítrarnir. Og þá getur man alltaf deilt með 1000, af því einum lítra eru 1000 millilítrar. Og ég ætla bara að setja hérna í sviga að þetta hérna eru þá 83,3 millilítrar. Það svona, já, mjög algengt að það sé talað frekar í millilítrum. Nú, dæmi 2 svona meira hérna, svona algengara. Þetta sem sagt svona grunndæmin í að finna styrklausna eða nota þessa jöfnu. En sem sagt, við efnafræðingar höfum mjög gaman að því að byrja sem sagt með massa og síðan þarf að breyta því í mól og halda svo áfram með dæmið. Þannig að það kemur á undan skrefið að finna hérna mólmassa ef að grömm eru gefin. Og þá erum við komin með jöfnuna sem við höfum verið að nota áður að mól sama sem massi deilt með mólmassi. Og ég ætla að hafa mólmassa með svona striku fyrir neðan til þess að aðgreina það frá þessari einingu hérna mólar fyrir styrk. Og auðvitað það þannig, ef þið eruð á tilraunastofu, eruð að búa til einhverja lausn sem með ákveðin mólstyrk, að þá það alltaf þannig að maður byrjar á því að þurfa að vigta efni í grömmum. Maður hérna, umbreytir ekki mól áður en maður fer að ná einhverju efni úr hérna dallinu eins og natriumhýdróx eða einhverju slíku. Þetta þarf maður að vita hversu mörg grömm þetta til þess að geta vigtað á vog. Þannig að dæmi 2. Hérna erum við þá með finndu massa af leystu efni í 0,250 lítrum af 0,150 mólar kalíumbrómið. Þannig að það hérna finn A, finndu massa eða finndu grömmstendur, ég segi bara hérna þá í grömmum inn í sviga, af leystu efni eða uppleystu efni í 0,250 lítra hérna lausn af 0,150 mólar kalíumbrómið. Þetta sem sagt KBr. Og hérna fáum við, notum við fyrst þessa hérna jöfnu, að því við erum með hérna rúmmálið, við erum með styrkinn, við erum með þessar hérna 2 stærðir, en við þurfum að finna mól. Og síðan getum við nota mólið til þess að finna massa. Þannig að hérna, þetta í 2 skrefum og í fyrsta lagi þá þurfum við að finna mól af kalíumbrómið. KBr og þarna myndum við þá nota hérna jöfnuna fyrir styrk og ég segi þá að N sama sem C sinnum V. Það sem við okkur gefin hérna, gefið rúmmálið og gefið styrkurinn. Þetta myndi þá vera 0,150. Ég finnst ágætt svona inn í dæmum að skrifa það út bara sem mólar lítra í staði fyrir mólar. Sinnum 0,250 lítrar sem að gefur okkur þá 0,0375 mól. Og þetta hérna mól af KBr. Ég ætla að taka hérna og strika út lítra móti lítrum.
og strika undir þessa tölu, af því svo það þessi tala sem við höldum áfram með, af því það beðið að finna massan og þá það skref númer 2 og það að finna massa og þá erum við að nota jöfnuna að massi sama og mól sinnum mólmassi. Massi sama sem N sinnum mólmassi og hérna kemur þá þetta stóra M. Og hérna erum við þá að tala auðvitað mólmassa kalíumbrómiðs, KBr, sem og þá erum við hérna með kalíum annars vegar 39,10 ef við erum með þessa 2 aukastafi fyrir aftan kommu, plús mólmassa fyrir bróm sem 79,90. Þannig að mólmassi kalíumbrómiðs 119,90. Ég vissulega reiða mig á að ég hafi reiknað þetta allt rétt saman. Og síðan setjum við þetta þá inn í þessa hérna jöfnu að massin sama sem mólin 0,0375 mól og ég ætla að setja þessi hérna tvöföldu strik undir til þess að sé alveg á hreinu að þetta eru mólir sem fundið þá í lið A. Sinnum þá mólmassin 119,90 gramm á mól. Má sjá hvað þetta? Þetta gefur 4,46 gramm. Gramm af kalíumbrómið og hérna þó að ég passi mig alltaf að vera með 2 aukastafi fyrir aftan kommu fyrir hérna mólmassa, að venja ykkur á það, að þá vissulega eru marktækustafir þessu dæmi ekki fleiri heldur en 3. Þannig að það með ekki verið fleiri marktækustafir í útkomunni. Nú, kostur við YouTube þetta sá að þið getur bæði stoppað vídeóið, núna sem við ennþá að taka upp, já, og ég get þess vegna strokað á töflunni aðeins fyrr. Hérna kemur þá dæmi 2. Ég halda þessu hérna inni. 2b. Hér erum við með finndu mólstyrk lausnar sem inniheldur 4,75 gramm af kalsíumnítrati í 0,2 lítrum. Finndu mólstyrk sem inniheldur 4,75 gramm. Þetta var kalsíumnítrat, CaNO3 2. Og svo sést það ekki, já. Og þetta þá í 0,200 lítrum. Og við erum alltaf að tala það að þið eru með einhverja flösku. Þetta kallum við mæliflösku í verklegri efnafræði. Og hún nákvæmlega 200 millilítrar. Eitthvað ákveðið mark hér. Og hérna það búið að setja í þessa flösku 4,75 gramm af kalsíumnítrati. Og síðan þetta hérna leyst upp í vatni. Þannig að lausnin verði nákvæmlega 200 millilítrar eða 0,2 lítrar. Og fyrir vikið þá eru þessir hérna, það minna heldur en 200 millilítrar af hreinu vatni sem fer í þessa flösku. Af því auðvitað tekur fasta efnið eitthvað rúm og líka eftir að það leysist upp.
Þannig að í þessu tilfelli þá erum við að finna mólstyrk. Við byrjum á því að því okkur er gefið rúmmál. Við eigum að finna mólstyrk en okkur vantar mólin. Og mólin þurfum við þá að finna út frá massanum. Þannig að hérna byrjum við á því að finna mól. Og það gerum við með því að segja að mól er sama sem massi deilt með mólstyrkur. Nei, mólmassi. Og mólmassi myndi vera sama sem, og sjá þetta var B. Fyrir kalsíum er það 40,08. Og svo er það 2 sinnum N, 2 sinnum 14,01 pluss 2 x 3, 6 sinnum súrefni. 6 sinnum 16 og þetta gefur 164 grömm á mól. Og þá setjum maður inn í jöfnuna að mól er sama sem massi deilt með mólmassi er sama sem þessi hérna 4,75 grömm deilt með 164,10 grömm á mól sem að gefur okkur 0,0289 mól af þessu efni. Og eftir sem áður erum við alltaf að tala 3 marktakastafi og þetta var hérna kalsíumnítrat, CaNO3 2. Eins og áður þá ætla ég að setja svona 2 rauð strik hérna undir mólin til að minna á að það er þetta sem við höldum áfram í lið 2 þar sem að þá að finna mólstyrk. Mólstyrk þessarar lausnar sem að þessi hérna 4,75 grömm eru sett í og við næstu tíma fyrir að byrja. Já, hérna myndum við þá vera með, erum að finna mólstyrk, það er C, er sama sem mól deilt með rúmmál. Og hérna erum við með mólin. Þau komu þá úr lið 1, 0,0289 mól deilt með. Og svo var það hérna rúmmálið, 0,2 lítrar. Og þetta gefur 0,155 mólar. Mól og lítra, eða mólar. Og ég ætla að setja hérna þetta rauða strik hérna undir. Og þetta er þá sama stærðin. Þetta var liður B og svo ætti ég að ná lið C áður en ég byrja í næsta tíma. Allavega held ennþá hérna formúlunum. Og í lið C þá á að finna hversu margir lítrar innihalda 5 grömm af leystu efni ef við erum með 0,150 mólar laust. Þannig að þetta er C. Segjum bara findu rúmmál 0,150 mólar og þetta var natriumfosfat Na3PO4 sem inniheldur og þetta eru þá 5 grömm af leystu efni. Þannig að hérna vitum við að við erum með einhvern ákveðið massa sem að gefur okkur ákveðið mólfjölda í rúmmáli, erum þá með einhvern ákveðið styrk, en við þurfum að vita hvert er rúmmál þessara lausnar.
og þá erum við með í fyrsta lagi að því að okkur er gefinn mólstyrkur en við okkur vantar í rauninni mól. Við þurfum að byrja á því að finna mól af natríumfosfati. Þegar við getum ekki farið að finna rúmmál út frá styrk og mólum ef við erum bara með massa. Þannig að við þurfum að byrja á því að umbreyta massa yfir í mól. Þannig að hérna myndum við þá þurfa að nota mólmassa. Og þarna erum við með 3 sinnum 22,99 fyrir natríum. Fosfór hefur mólmassan 30,97. Og svo erum við með 4 sinnum súrefni sem gefur 163,94 grömm á mól. Og svo er þá bara að finna mólin. Mól er massi deilt með mólmassi eða þessi 5 grömm sem við fengum gefins deilt með hversu mörg grömm er á hvert mól. Og hérna styttast grömm á móti grömmum og mól eru undirstriki, þannig að út kemur þá mólfjöldi og þetta gefur okkur 0,0305 mól. Af Na3PO4. Og svo í öðru lagi þá eigum við að finna rúmmálið. Nú erum við komin með mólin, við erum komin með styrkinn, en það vantar bara rúmmál. Og rúmmál er þá sama sem mól deilt með styrkur. Hérna eru þá mólin frá dæminu á undan, 0,0305 mól deilt með, og síðan var það styrkurinn sem var gefinn hérna já. Hérna er hann, 0,150. Og ég ætla að breyta því bara í mól á lítra. Og þá styttast mólin út hvert á móti öðru og lítrar fara upp á strik. Og þetta gefur 0,203. 0,203 lítrar sem að ef við margföldum með 1000 eru sama sem 203 millilítrar. Það var beðið þetta í lítrum var það ekki? Í lítrum, jú. Og ég ætla að setja þarna sem sagt að auðvitað erum við hér með þessi mól. Þannig að í þessum dæmum þetta alltaf spurning, þetta bættist í rauninni bara massin við að það þarf að nota mólmassa til þess að umbreyta mólum í grömm eða grömm í mól. Og síðan er alveg það sama og áður. Bara styrkur, mólstyrkur er sá mól deilt með rúmmál. Sjá hvað næsti tími byrjar eftir 5 mínútur. Þannig að ég verð bara að taka sér fyrirlestur fyrir seinni 2 dæmin og þakka bara fyrir mig.